Góðan daginn, velkomin. Takk fyrir að bjóða mér hingað. Ég ætla að fara yfir nokkuð af nýjustu græjunum og einbeita með pínlítið af Windows græjum sem að nota Windows stýrikerfi. Ég ætla að byrja hérna á ykkur sem heitir Nokia Lumia 920. Flottur. Þetta er Windows sími, notar Windows 8 stýrikerfi eins og margir aðrir símar. Þetta er síminn sem ég nota og kann ákaflega vel við. Aðrir símar í þessum bransa það heitir Samsung Atif, HTC með síma og fleiri. Ákaflega góður sími og var valinn meðal annars snjallsími ársins árið 2012 af fleiri með einum. Næsta græja sem ég ætla að sýna ykkur, ég ætla að fara svona skref fyrir skref. Næsta eru spjaldtölvur. Það eru til í ansi mörgum útgáfum og fyrst að nefna spjaldtölvur sem nota Windows RT stýrikerfið. Ég með nokkrar hérna, mismunandi að gerð og lögun, en það eiga það þó allt sameiginlegt að keyra Windows RT stýrikerfið sem er ósköp svipað og Windows 8 stýrikerfið. Fyrir utan það kannski eitt að keyra einungis forrit sem eru keypt í Microsoft Store eða búðir hérna, svipar til hérna iTunes Store og Google Store, Google Play. Allar þessar tölvur nota Windows RT stýrikerfið, eins og ég sagði, og koma allar uppsettar með Windows Home og Student Office pakkaðar, RT. Þetta er svona takmörkuð útgáfa af Office pakkanum en gengur vel með hefðbundum Office pakka. Sumar þeirra eru með USB-tengjum, sumar eru með minniskortaröðum hægt að setja í. Sumar koma svona, hér er lyklaborð og svona borðstöð. Smellið þessu saman hérna, einhvern veginn. Þá er komið litla fartölvu og tvöfölda í leiðinni rafhlöðendinguna af því að borðstöðin í leiðinni rafhlaða. Mjög sniðugt tæki fyrir þá sem ferðast mikið og þurfa góða rafhlöðendingu. Microsoft kom líka með eina spjaldtölvu, sú heitir Surface og er hér. Ákaflega skemmtilegt tæki líka. Hér er lyklaborð sem er í leiðinni hlíf yfir skjáinn og svona er hægt að skiptast á og fá í mismunandi litum og skemmtilegheit. Næsta skrefið eru þá spjaldtölvur sem að keyra Windows 8 Pro stýrikerfið. Þar með tvær gerðir. Hér eru því flestir hafa heyrt þessa Microsoft Surface Pro. Hún er hér, ákaflega öflug og góð og það er kannski hér fyrst sem að við erum komið spjaldtölvu sem væri hægt að skipta út fyrir hefðbundna fartölvu. Þetta er sams konar patent og á RT-vélni og sama lyklaborðið gengur á milli. En hérna erum við komið tölvu með örgjur á vinnsluminni og fleira sem gerir nánast það sama og þokkalega góð fartölva og alveg tilbúið að skipta út fyrir hana. Dell á eina sem er hér heitir Latitude 10. Ekki með eins öflugum örgjörfa, en engu síður keyrir Windows 8 Pro stýrikerfið. Ég vil ekki kveiknast á henni. Við hana er hægt að fá svona borðstöð, þið getið skoðað á eftir, ég verð þetta frammi við græjuborðið á eftir og hún er þar í borðstöð og þar er hægt að tengja Ethernet og auka skjá, lyklaborð, mús, prentara og önnur jaðartæki. Mjög skemmtileg græja. Síðan eru
næsta skrefið eru þá tölvur sem eru hvorki né, sem maður er ekki alveg viss hvort það er að vera fartölur eða spjaldtölur. Og hér eru við með eina frá Dell sem er bara venjuleg fartölva og einföldu haldtæki, þá snúum við skjánum og þá er hún spjaldtölva og keyrir á Windows stýrikerfinu. Það er til margar útfærslur af þessu og sumar snúa skjánum flippunum alveg yfir. Það er vél frá Lenovo til dæmis sem heitir Yoga og þá flettum við skjánum alveg yfir. Dell er á leiðinni með alveg eins vél. Svo er til tölvur með skjánum hér sem við snúum hann hérna, lyftum upp og snúum. Allt þetta virkar þetta samt mjög svipað. Fartölva, skástrygg, spjaldtölva og snerti. Nú næsta skrefið er svo bara hefðbundin fartölva og flest ykkar viti náttúrulega hvað þetta er og hvað þeir geta og gert. Hér er ein svoleiðis, þær eru verða þynnri, léttari og betri rafhlöðending. Ekkert svo sem mikið þetta að segja, þetta er bara svona hefðbundin fartölva. Nú, næsta skrefið er svo þá borðtölva eða svona all-in-one græja. Þetta er það heitast á markanum í dag fyrir svona heimilisnot fyrst og fremst. Við erum reyndar eigum líka til í fyrirtækjalínunni vélar sem keyra þá Windows 8 stýrikerfið og eru með sneppiskjá og óbáslega skemmtilegt að nota og þegar þú hefur prófað þetta þá viltu helst ekki fara tilbaka og já. Hörðu, eitt var í viðbót. Windows to go. Það er svolítið skemmtilegt fyrirbæri, segi ég. Hér er með tölvu frá ávaxtafyrirtækinu sem ég ræsti upp á þessum USB-lykli og keyrir Windows 8. Þetta er tölva mín núna. Ég er bara að fá að nota örgjöran og minnið í eplinu. Það er kannski eini ókostin, það er ekkert hægt að snerta neitt hér. Á lokum, þá var ég með svona smádót. Þetta er mjög skemmtilegt dót hérna. Eins og snjallsíminn áðan, þá var það svona sími með innbyggðri myndavél. Hér er komið myndavél með innbyggðum síma. Í fyrsta skipti, Ángríns, þá var þetta myndavél með öflugri Android spjaldtölvu á bakinu. Það sem við gerum Instagram, Dropbox eða hvað sem er. Myndirnar okkar fara beint upp í skýið og þetta deila myndunum þannig nánast leið og tekur þær. Það er í þessi 3G líka, þannig að þú tekur myndina, hún takkar hana, segir hvað hún er tekin og hvenær og svoleiðis og hún er komin upp í skýið og ætti geta farið að skoða. Óbóðslega skemmtilegt. Það var eitt í viðbót. Þetta er komið. Spjaldtölva í armbandsúri. Hér er lítið armbandsúr, ég veit ekki, sést það eitthvað hérna? Sem er í leiðinni, sjá, með stóra putta fyrir þetta. Sjáu þið hérna eitthvað? Android stýrikerfi með fullta uppum, hægt að skoða myndir á Instagram, skoða myndir, já, hlusta á tónlist, hægt að sækja sér upp fyrir sportið og fitness, dagbókin, tölvupósturinn, Facebook, allt í þessu litla og ekki nóg með það, heldur getur við Bluetooth tengt þetta svo í símaðinn og tala við úrið. Tala hérna megin, hlusta hérna megin. Óbóðslega sniðugt. Þetta var svona næstum þegar síðasta. Fekk þetta í hendurnar í gær. Vitið þið hvað þetta er? Þetta er svona skemmtilegur hátalari. Hvar var síminn?
rosalega skemmtilegur hátalari sem ég ætla að tengja. Ég tengi hann með Bluetooth við síman minn og bara, sjá, þetta er að koma. Það er að koma. Kveikjum á. Ekki alltaf svona, virkar ekkert. Jú, það er byrjað. Setja einhverja skemmtilega músík á. Ég heyrist ekkert voðalega vel í þessu, það. Heyrið þið eitthvað í þessu? Nei, þarf ekki. Ekki voðalega gott hljóð. Hérna kannski. Eða hér. Þetta er alveg brilljant í útileguna í sumar. Þetta stillir svo tjaldborðið upp á bílþakið. Þetta notar víbring til að breyta svona hlutum í hátalara. Óbúðslega, skoðu þetta eftir hjá mér. Þarna frammi. En þetta var ekki lengra hjá mér. En endilega kíkið á mig í næsta hliði frammi og ef þið hafið ykkur spurningar og svoleiðis, ég skal svara þeim þar. Takk fyrir.